Góðan daginn, gleðilegan sunnudag, velkomin hérna í Metaþátt. Ég og Bergur ætlum að fara aðeins yfir mótið. Núna er riðlakeppnin búin og Seedr-bracketinn hefst í kvöld. Það er rafíþróttafélag Arena gegn PVF. Og já, við ætlum bara í dag aðeins að fara yfir einmitt riðlakeppnina, fara yfir metaðið, fara yfir nýja patchin, hvað fólk er að pikka svona hjá okkur í mótinu og síðan kannski aðeins að spá fyrir framtíðina. Það eru fréttir frá PVF en Ívan er komin í veikindaleyfi sem var karriérinn þeirra og Smokey er komin inn í staðinn. Hann var náttúrulega karriérinn hjá TG Junior og hérna kemur Bergur, velkomin. Já, smá einhver tenglissu sinna, en held að við séum góðir núna. Já. En já, þú varst að tala roster shuffleið hjá PVF, já. PVF og TDE, já. Þeir náttúrulega duttu út því miður, eða þurftu að hætta við þótt, eða svona segja sig úr mótinu basically. Já, við kannski, ég ætla bara að fara aðeins yfir stöðuna í riðlakeppninni, en Next Level Gaming vann riðil 1 eftir tiebreaker við Arena og Arena lenti því í öðru sæti. AH Esports enduðu í 3. sæti, Óreiðu hnakkarnir í 4. og því miður eru TG Junior búin að kveða okkur að sinni. Í riðli 2 þá sigruðu Venus riðilinn frekar sannfærandi. Þeir unnu alla leikina sína 2-0. Síðan í öðru seti er TDR sem að einmitt vann alla leikina nema á móti Venus. Á eftir þeim koma PVF, eða P12. Þeir sigruðu, fengu náttúrulega default vinna á móti 3K klubnum og sigruðu Snorra Dörgana en töpuðu gegn TDR og Venus. Og síðan var Snorri og Dörgani sem að sigruðu náttúrulega leikina á móti 3K klubnum en töpuðu restina af leikunum sínum. Þannig að já, 3K klubur er náttúrulega datt út og þessi fjögulið halda áfram í Seedr-bracketin. Einmitt. Og við erum að fara inn á hérna sætir núna. Já, Seedr-bracketin raðaði síðan þannig, það er Next Level Gaming gegn Snorra Dörgunum, þeir völdu sér þá. Þá lendi rafíþróttafélag Arena móti PVF, Venus valdi sér AH Esports og TDR spila þá gegn Óreiðu hnökkunum. Og já, fyrsti leikur í kvöld, klukkan 9, Já. Arena móti PVF, skilst að Ernir Begli og Jökull Fjörlali ætla að lýsa þeim leik, þannig að ekki missa því. Mjög skemmtilegt. En já. Næstu leikinir eru væntanlega bara, já, á þriðjudaginn örugglega. Já, býst við því. Mögulega næsta sunnudag. Ég held að það sé eitthvað smá tími til að gera þetta. Einmitt. En hérna, já, við ætlum aðeins að nota tækifærið að renna yfir svona það sem búið að gerast. Já. Takk smá greiningu. Það hérna, það er komið svolítið af gögnum núna faktist. Og það er svona, við erum búin að sjá það sem var svona predicted að, já, eru þessi svona 4 lið þarna sem verið störa á toppnum, sko. Já, einmitt. Það er sem sagt Venus, Next Level Gaming, TDR og Arena. Og já, við náttúrulega vorum búin að renna svolítið yfir svona styrkleikamatið þegar við gerum tierlistan, sko. En hérna, það er búið að spila leiki síðan þá og við höfum svona smá geta séð hvernig liðin hafa náð að adapta inn í mótinu. Einmitt. Þannig að mér langar kannski einmitt að, þú veist, við getum aðeins byrja á sterkustu liðunum. Við vorum náttúrulega að spila þarna, við spilum á móti Next Level Gaming nú nýlega. Já. Best of 3 til að ákveða grúppstæti, sko. Ég myndi segja svona fyrir mitt liti er kannski
það sem ég er spenntastur að sjá sko einmitt hvernig eins og Next Level Gaming matchar á móti Venus mögulega þegar við komum í bracketina sko. Já. Held að það sé svona frekar, eða svona lúka frekar líklegt að þessi lið byrji í upper bracket bara svona út frá, þú veist, já, út frá einhvern veginn hvernig gekk í grúsliðinu sko. Já, einmitt. Og þau náttúrulega fengu bæði að velja sér sko andstæðinga þegar voru efstir sko. Já. Og en já, það sem við erum svolítið að sjá svona, já, til og með þessum tveim liðum að þú veist, Venus þú veist, áfram einhvern veginn verðist vera besta lið í að mitt svona stratta á móti hinn liðunum sko. Já, við sáum bara mótið TTR að þú veist, þeir voru heldur betur reiðbúnir í þann leik og voru eiginlega með draft ekki endilega bara mótið hinnu draftinu heldur bara mótið leikstílnum þú veist, hjá TTR sko. Nákvæmlega. Það var svolítið, mér fannst að ég var svolítið surprised hvað það virkaði svona, fyrsti leikurinn var góður sko en þetta var svo mikil brekka fyrir TTR sko. Já, í leik 2 sérstaklega sko. Já, leikur 2 bara var lukkaði eins og þú veist, við sáum meira close leiki hjá sko liðum sem ætti að vera miklu lengra á milli sko. Þetta er svona eins og, já, náttúrulega bæði þessi lið spila náttúrulega upp á eða snjóboltan sko. Þannig að... Já, nema Venus miklu betra myndi ég segja í að þeir eru betri í að bara bíða og spila fyrir eitthvað timing setna sko. Einmitt, já. Þeir eru ekki að byrja lægjandi á að taka stjórnarleiknum myndi ég segja. Nei. Eins og já, fyrsti leikur, þeir komu náttúrulega strax bara í fyrsta leikinum með þetta, þú veist, þeir pikkuðu basically bara svona stoppera á öll leinin. Þú veist, Abaddon, Tinker, Safelein, DK og Hotspirit. Já, DK og Hotspirit. Offlane. Þú veist, það er rosa erfitt að punna þessu sko. Og séðan einmitt bara Kottulinn á mitti sem var lastpickið sko. Kottulinn mitt lastpick sem var ekkert, þú veist, já, hann tók Tiny til að svara því sko, en ekkert, þú veist, það mikið, já, þeir gátu mjög vel allavega varið hennan Kottul sko. Einmitt. Þannig að þú veist, já, ég hugsa eins og með TTR sko að mér finnst þeir þurfa alveg svona smá að geta nýtt sko Brumma betur. Já, einmitt, það er náttúrulega, það geymdu sko í báðan leikunum að ekki geymaðir ekki hans fyrir sko. Ultimate last pick sko, en síðan endaði þetta bara að vera einhver Tiny sem áttur enda góða leik sko og síðan Lína einmitt sem þú veist, fyrsta lagi svona frekar léleg hittir núna en líka bara, þú veist, Brummi náttúrulega frábær línuspilari sko en maður einmitt spurði sig bara hvort það var ekki eitthvað betra last pick. Já, einmitt, ég var ekki að sjá neitt í þessum leik þessum línuleik sko sem lét mig hugsa að Lína var eitthvað impressive sko. Nei, einmitt. Og þú veist, já, mér finnst eins og sko þeir eigi fullt inni með Brumma sko. Það ég held svona að þeir þurfi kannski að vera aðeins óhræddari við að setja hann á eitthvað skrítið sko. Af því þú veist, hann með skilur Pudge og Rubik og Odi og alls konar hetjur sko sem að hann getur alveg spilað sko, last pick. Já, ég meina getur hann ekki basically spilað hvað sem last pick. Þannig séð. Svona næstu því sko. Já. Og ég meina, já, þú veist, af því það sem ég hugsa með þetta lið sko, þeir læna fyrstu 4 pickunum sem alltaf mjög vel upp. Það kofar mjög mikið af hlutum sko. Já, það með stun og teamfight og lane og... laning, þú veist, fint carry, eitthvað svona, þú veist, picka góðan carry sem getur skeilað og svona. Einmitt. Þannig að það space þannig sko, til að gera eitthvað óvinnulegt sko með lastbyggið. Já. Þannig að ég held að þeir þurfa aðeins svona, þú veist, þetta var svolítið styrt hjá þeim sko, þetta var svolítið svona, þeim slöngsaði þegar hann kom í viðtali fyrir leikina að þeir ætlu bara að peka sinni hetjur og reynast það besta, en þú veist, þú verður að sko líka svona geta expanda gameplanið aðeins meira heldur en bara ok, við viljum peka stuns og ef við hittum stunnunum þá vinnum við leikinn. Já. Það er þú veist, þá farið bara einhvern Abaddon tætt í smettið. Já, mitt. Já, náttúrulega Venus voru mjög reiðbúnir og ég sé hérna á chatinu að Sölvi strax byrjar að taka nót sko. En já, þeir náttúrulega mættu reiðbúnir og Sölvi sagði mitt svona fyrirleikin að vildi náttúrulega gefa ómikið upp sko, en já, hann var greinilega búinn að preppa sko. Þeir voru undirbúnir, þú veist, þeir voru með Excel-skjali og þeir voru líka bara byrjuð á þessu taka sér þykku gæja sem mjög erfitt bara eitthvað að rústa á leini og byrja að snjóbolta sem svolítið það sem að TTR vilja gera sko. Og síðan í leik 2 þá náttúrulega byrjaðir, eða þú veist,
það voru kannski TTR að sína bara einhver picks og Venus einhvern veginn counteraði bara leinin, sideline alveg fullkomlega sko. Sem svolítið svona bread and butter strategian hjá Sölva, þú veist, hann vill bara sjá leinin og fá superior matchup og þú veist, hann svona með að finnst mér hvernig eins og slank drafta oft og bara aðri kaptenar skilur, þá finnst mér Sölvi oft svona, þú veist, ég held að hann hugsa oft skilur, hann komist alveg upp með að vera með skrýtnara, þú veist, line-up ef hann fær bara nóg gott lane win sko. Einmitt. Þú veist, eða vinna þrjú lane skilur, þá skiptir ekki máli þó að, þú veist, line-upið að svona make ekki alveg sens í eitthvað þessi einn gæði fyrir aftan og eitt fyrir framan og eitthvað svona dót sko. En hérna, já, þannig að ég held að, þú veist, það sé svona, það er svona líka, ég er smá forriðin sko með hvernig mitt Chromium og Sölvi matchup sem í draftinu sko, af því að þeir eru báðir mjög hrifnir af því að hafa, þú veist, takið sér flex pick. Já, og countera síðan eitthvað svona one-to-one matchup og já, sko. Ég veit, og þú veist, Next Level Gaming er búið að sína alveg svona ítrekka, þú veist, einhver picks sem að skilur, fíla Dragoniteinn, Slardar, Tiny. Já, Tiny, þeir eiga fleiri heitur sko, þú veist, ég hef séð Funnerspil, Savelin, Tiny. Og Abaddon örgulega líka getur verið svona eitthvað. Já, mögulega sko. Þannig að og þú veist, það strax þegar þú byrjar náttúrulega að gera það, þá verður flóknara að fara í þetta svona, ég vil bara fá eitthvað one-to-one lane win. Stundum getur náttúrulega gert það að þú bara counterpicka hetjuna skilur bara með, þú veist, einhvern tæti eða eitthvað að picka Razor skilur og bara ok, Razor góður í leiknum, eitthvað svona þannig og hann vinnur hann að leinu. Já, það er náttúrulega alltaf, sko. Náttúrulega ef að þú veist það kemur snemma inn, þess að ég held að í leik 1 TTR Venus, þú veist, þá þau picka snemma náttúrulega þú veist, þeir eru með Tinker, þeir eru með Earthspirit náttúrulega garantera fjarki sko. En síðan þeir eru með, þú veist, Dragonite, Tinker og þeir spila báða Tinker, Atli og Robert, þannig að veist ekki alveg hvort það sé mid eða 5. Og sér með DK sem getur verið carry mid offlane og síðan tókuður Abaddon var það ekki líka? Jú. Þannig að þú veist út með, þú getur basically beðið með pickina í lífi sko. Já. Og það er svolítið það sem að Next Level Gaming gerir líka sko. Þannig að verður einmitt áhugavert að Next Level Gaming og Venus mæta sko. Þetta er bæði lið sem að fíla að flexa pickum og sem að fíla að countera bara eitthvað one-to-one matchup fyrir leinið sko. Ég veit. Ég held sko að munurinn sé svolítið að þú veist, Fannar og Next Level Gaming eru mjög svona, þú veist, þeirra styrkleikar eru mjög in tune með, þú veist, þeir eru með sitt eigið rít á patsinn og hvað er stert. Og þeir spila mikið rangt skilur og þeir eru með 3 tölu Immortals sem eins og við vorum að tala um næst. Já. Og þú veist, eru gífurlega svona mikil tengingu við metað og þú veist, hvernig það er að þróast. Á meðan að sko, eins og við horfum á pickin hjá, þú veist, það sem Venus er að runna, strategy sem þeir eru að runna, það er ekki endilega sko, þú veist, þeir eru ekki að jumpa allavega núna í þessu móti skilur við það ekki verið að jumpa á endilega, já þetta er langsterkast að hitja hann, við viljum prioritiza hana, þú veist, þeir eru að runna alls konar gömlu dóti sem bara virka fyrir það skilur við, Tinkerinn er ekkert topp hitja skilur en þeir valjú hann skilur við. Þeir eru að spila mikið bara af sínum hitjum, þú veist, ég veit að Robert fílar að spila Tinkerinn sinn skilur við. Já, einmitt. Og þeir eru þá bara að pikka það og saman með Moislu, hann fílar bara að spila þú veist, Nuku og Legion Commander og svo náttúrulega er því bland skilur að þeir taka líka, þeir eru með Dragoniteinn skilur Frikki er mikill Dragonite enjoyer og Abaddon og eitthvað svona þannig þeir eru ekkert alveg out of touch skilur eða svona þeir eru ekki alveg að fara að misla þetta en það sem ég kannski er að pæla sko er að ég held að Next Level Gaming sko ég held líka bara að Venus sé miklu meira að pæli hinum liðanum og þú veist, hugsa bara, ok, þeir spila svona, hvernig get ég counterað það á meðan Next Level Gaming hugsa kannski meira, sko, bara hvað er bestu hetjunar og hvernig ætla ég að bjúsa það er best, sko, þú veist. Já, það er kannski þú veist, mér finnst ólíklegt að þeir fara og gera eitthvað mjög ítalegt prep fyrir, sko. Ég held að Next Level Gaming sé einmitt meira að hugsa sinn-leik bara og spila það vel frekar en að pæla mikið í óvinnum og sjá síðan bara hvernig óvinnum bregst við, sko. Og ég held líka Venus er einmitt, þú veist, spila mest fyrir advantage, þannig að það er bara náttúrulegt að þeir skoði náttúrulega hitlið mjög vel, sko, og af því að þeir spila allir mikið af hitjum og spila þér vel, þá er mér auðvelt fyrir á einhvern veginn að pivota, sko.
Já, þeir hafa mjög mikið flexibility í svona hvert þeir geta farið með. Já, þetta er ekki eins og sko. þeir spila alltaf bara teamfight þannig að ef þeir lenda á móti einhverju liði sem að deathballar harkalega skilur þá eru þeir ekki í ruglunum sko. Sem er svona, þú veist, komið aftur á TDR skilur, það er svona það sem að þeir kannski þurfa smá núna þessu móti að sína að geti farið í einhvern annan stíl heldur en bara ok, við ætlum að spila sjúklega aggressiv, við ætlum að vinna leikinn okkar sjúklega hart og við ætlum að vera, þú veist, bara klára leikinn með tempói bara á, þú veist, 30 mínútum sko. Já, einmitt. Já. Sem er alltaf, þú veist, og það er gott, það er góður stíl að spila sko, en þú veist, þú þarft alltaf að geta pivota því þú lendir eventually á okkur vegg bara, þú veist, fólk counterpickaði, skiljum. Já, Sölvi er aðeins að koma með smá inputin í chatinu líka, hann er að segja hérna, sko, eins og móti TTR að það er auðveldra að drafta móti spilurum með limited hero pool, til dæmis var hann með 3 hetjur sem hann var bara 90% vissum að myndi vinna carry matchupið á móti TTR og síðan nefnir nefnitt líka erfið að drafta móti spilurum eins og Brumma, Ingva og Fannari sem eru með svona stór hero pool og að það sé ekki hægt að hafa jafnmörg picks tilbúin sem eru bara garantiru að eiga góða leik og síðan nefnir hann hérna, þú veist, að hann hefði verið tilbúin bara að first picka Slarka móti TTR af því að þeir eiga engin svör ef hann er búinn að banna bara þetta limited hero pool hjá þeim sem að countera Slark skilur, sem er líka alveg valid point sko þegar og þú veist, náttúrulega þegar maður pælir í svona eftir á ok, Slark náttúrulega á móti hittunum hans Hjalta lukkar mjög vel, þú veist, það er Pudge og það er Tide og núna manni ekki alveg nákvæmlega hvað hann er að spila Dragonite, já, þú veist, Slark er fínn á móti öllum þessum hittum skilur, þannig að þetta er einmitt. Já, þetta er góð áhugapunktur í solo sko. Já. En einmitt eins og segið, þú veist, Brummi er náttúrulega, Brummi er svolítið þetta X-faktor hjá þeim sko, sem að þeir er ekki alveg búin að ná að nýta sér allavega svona í seinustu leikurum. Já, það er mitt málið sko, mér finnst það mitt, maður er alltaf skítrættur ef að TDR er með second pick eða ef að Next Level Gaming er með second pick, bara að, þú veist, Fannar eða... Maður vill ekki gefa Fannar þetta last pick sko, overall, Já, þú veist, bæði Fannar og Brummi og örgulega við líka í að rýna að vera með, þú veist, Ingvar skilur eða whatever skilur, það er alltaf vont að lenda móti einhverju ógeðslega unorthodox last picki sem að þú hefur kannski ekkert spilað matchupi mjög ofta móti. Einmitt. Þú veist, hversu oft hefur maður spilað bara eitthvað, ok, ég er að spila Tiny og síðan last picka þeir bara silencer mitt skilur. Já, einmitt, nákvæmlega. Já, hann er sem búinn að spila mjög, einmitt, hann hefur spilað silencer, hann spilað alls konar dót sko. Já, Chen. Já, Chen í mótinu mitt. En já, ég held sko með mitt Venus, þetta sé svona, þú veist, við tölum þetta svona að vera, þú veist, þeir eru langbæst undirbúinir sko fyrir leikinu svona og ég hugsaði mitt að borgi sig, þú veist, sérstaklega svona eftir að hafa hort á þessu TTR að borgi sig að vera ekki fyrir sjónlega sko. Þú veist, fyrir liðin að vera tilbúin mitt að breyta svolítið og bara, þú veist, að það getur verið gildra skilur að fara inn í leikinn og vera með mjög svona sterka hugmyndum, ok, þetta eru sterkustu hitinu okkar og mér langar geðið mikið að spila bara þessa hetju því að, þú veist, ég er mest comfortable að henni ef að þú ert að labba inn í, þú veist, einhverju gildru skilur Slark, first pick. Já, ég held að maður megi eiginlega alltaf búast við því, sko, en maður ætti eiginlega alltaf að gera ráð fyrir að hitliði sé tilbúið með eitthvað pick, sko. Bara eins og, bara, já, maður hefur alveg lent ítlega í því áður, skilur, að vera ekki tilbúin fyrir eitthvað pick, sko. Þannig að, einmitt, ef maður er að pikka einhverja hitu sem að, og þú veist, þú bannar einhverja 2 counter á henni, þá er það ekkert endilega nóg á móti Brumma, Ingva og Fannari, skilur, eða Sölva. Einmitt. Algjörlega. Og já, einmitt, þú veist, ég er ekki með mikið á notes eitthvað með Venus hvað það getur gert betur þeir eru bara að standa sér best í mótinu þannig að, þú veist, ég meira bara svona pæli eitthvað svona hvað, þú veist, hvað virkar á mótiði með þannig, sko, eða hvað þeir eru að gera vel og hvað lið sem spila á mótiðum, sko. Allavega eftir riðlakeppnina virðist Venus vera svona bara nummer 1 lið og síðan koma hinn 3 liðin svona í öðru til 4. sæti einhvern veginn. Já, það allavega virðist fyrir þannig. En það verður náttúrulega þetta kemur allt í ljós mjög spennandi að sjá Next Level Gaming móti Venus. Þeir munu væntanlega, ég býst bara við að þeir munu einhvern tímann mætast í þessari útsláttarkeppni sem að fer að þetta í gang. En já, förum aðeins í liðin sem eru meiri svona í miðunni.
við töluðum svolítið senast Óriðunhakkana og svona Híropúli sko Já. og þeir gerðu vel að expanda það sko, bara eiginlega strax þannig í Já, eftir að grúpunum sko. Þeir hafa pikkað Doom og þeir hafa pikkað einhverja nýja supporta held ég og svona, þannig að þeir hafa aðeins verið að breyta til sko og ég held að mér fannst þetta að vera að líta betur út í þeim sko. ekki Cromwell örugglega kannski svona mest flexible spilari fyrst mér? Jú, þetta er náttúrulega snýst rosa mikið Cromwell og Túra og svona þeirra, þú veist, duokor. Mér finnst að þegar þeir eiga góða leiki, þá eru þeir tveir á okkurum sterkum heitum sem að spila vel saman og geta svona einmitt dominera tímfætana sko. Já. Og þegar þeir hafa verið off þá, þú veist, eru einmitt þessi tvö position sem að eru svona smá eitthvað ekki að sinni þessu sko. Já. En ég er spenntur að mér finnst þeir ekki alveg, þú veist, þeir eru búin að sýna mjög impressive dót sko. Eins og tóku Leikan TAP mann ég triple core í leik sem ég var að kasta. Já. Þú veist, ég var svona, þetta lukkar eitthvað smá eins og sé kannski búið að eitthvað ofhugsenda sko. En það virkaði mjög vel sko og þeir gátu alveg, sýndu alveg að þeir gátu runna eitthvað svona. Einmitt. Þú veist, af því þeir hafa verið svona traditionally meira svona teamfight oriented lið sko. Já. Cool að sjá alveg eitthvað meira deathball sko. En ég held að sko þeir þurfi, mér finnst þeir ekki alveg hafa svona fundið sterkustu pikkin fyrir sig eins og þeir sko, þeir voru definitely komnir með þetta on lock sko í litlu vel kapitaliðinni. Þeir voru með Pangoinn, þeir voru með Pango, Timber, Axe, eitthvað svona. Já, náttúrulega Sangking var náttúrulega mjög sterkur sko. Frjáflæðinni sko. Já, þannig að, já, þeir eru kannski ennþá eitthvað smá aðlagast nýja partinu sko, en þeir hafa reyndar... Ég myndi segja að Tiny sé frekar impressive hetja fyrir Cromwell. Já, einmitt, það náttúrulega góðan leik daginn. Sko. Sterkasta held ég hetjan sem að fittar þetta ról sko sem hann spilar svolítið fyrir í liðið sitt, sem að vera þessi svona aggressive initiator típa af sterkari scaling mitt-hitju sko. Já. Þú veist, línan bara ekki lengur hetja heldur sko. Nei. En allavega á ykkur eftir að sanna að hún sé useful sko. Já. En svo far þá virkar hún eins og hún sé ekki hetja sko. Og hann búinn að vera alveg fyrir óheppinn með, þú veist, að missa svolítið nokkrar hetjur frá sér sko. Cromwell sem sagt. En ég held að Tiny gæti verið mjög gott advantage fyrir það sko. Einmitt. Og þú veist, ég er á þeirri skoðun að Grimstroke sé ekki mjög impressive í þessu móti. Nei. Þeir eru búin að vera frekar hrifnir af Grimstroke en já, ég svona horfa á supporta eins og Silencer og Rasta fyrir þá sko. Þú veist, þetta eru heitir sem eru svona að koma upp núna í metanu og held að það getur verið mjög gott fit fyrir þá sko. Þú veist, þeir fíla að spila þessar jump header, strength jump header sko. Já. Þá er mjög næs að hafa ykkur svona gæði fyrir aftan sko. Þeir var náttúrulega líka eitthvað að spila Súsin eða ekki? Já, einmitt. Mér finnst Súsin freka kaldur sko. Við ætlum að vera með heitt og kalt á eftir sko, en ég er ekki impressed af þessum Sús nýlega sko. Nei. Allavega sko, það er svo mikið af ykkur híldrasli núna í þessum meta, mér finnst eins og, ég veit það ekki, þetta er ekki, en þannig að Óriðunhakkar eru svona pissvolgir að koma inn í þetta playoff sem ég segja, þeir eru ennþá, þú veist, þeir hafa ennþá þetta potential sko, bara held ég ef þeir náða að finna svolítið grúið sitt í strategíunum, þú veist, ég held að þeir þurfa að átta sig á, ég veit bara, strax að þeir fatta hvað eru sterkustu hitturinn sinna og hvað þeir geta pikkað kringum sko, og þá eru þeir á nokkuð góðri siglingu inn í playoffsin sko. Já. En þannig að svona, það var svolítið mín ráð til þeirra sko. Og líka sko, það sem ég veldi fyrir mér með þá sko, hvort að það var ekki sterkt fyrir það sko að spila Furion, af því ég hef ekki séð að bygga Natures. Natures er svona mest oppressive myndi ég segja, Kari heitja núna akkurat þessa stundina sko. Einmitt. Og ég held að það geti verið heitja sem myndi alveg virka fyrir þá sko. Já, ég held að geti virkað bæði sem Kari og jafnvel bara á Cromwell. Á Cromwell mitt sko, já. Af því að hann fílar alveg að spila svo tía og línu sko, þannig að þú veist, það myndi þá opna líka draftið meira fyrir það sko, ef þið geta fastbækka Furion sko. Og þú veist, þetta er bara heitir sem að henda vel, skilur, hann bara skeilar ógeðslega vel í late game, hann er með nice laning, þú veist, hann getur joinað liðið sitt, sko. Þannig að ég myndi alveg svona, já, það var svolítið cool að sjá þá aðeins, fara kannski inn í ykkur svona pælingar. Svo er það AH eSports, þeir eru svona, kannski, já, áttu best group stage fyrir
neðan þessi 4 efstu lið. Já, mér fannst sko, Þeir tóku orðin okkar 2-0 til dæmis í Já, það fyrra var- leikjum sko. það var alveg impressive sko að, þú veist, þeir áttu mjög sterkan leika móti Órahönnökkunum í riðilkeppninni og mér finnst það líka verið smá svona, það er svona ákveðin statusin eða þú veist, þeir segja bara, þú veist, við erum bara besta liði sem er ekki bara immortal stack, skilur. Og þeir, þú veist, ég held að þeir koma alveg með mikið sjálfstraust inn í næstu leik, skilur, og þeir eru að spila á móti Venus og jafnvel þó þeir myndu skítappa þá held ég að þeir gætu 100% átt sterkt lower bracket run, sko. Já, algjörlega. Og, þú veist, á réttum Bara degi, fuck it, að koma inn bara sterkir í það en sítir, skilur, það já, þetta er bara bestu 3, skilur, ef þú átt 2 góða leiki þá getur það átt option að byrja í upper bracket, bara, einmitt. þú veist, Og ég held einmitt, já, að e-sports hafa alveg sýnt að, þú veist, þeir eru alveg búin að draga með sér heldur mikið lærdóm bara úr litlu deildinni já, yfir í þessa deild, sko. Og þeir koma inn í þetta mót sem definitely bara mun formara lið heldur en mörgunir, sko. já, þeir áttu, þú veist, erfiðan leik til þess móti Óriðunhökkunum eða þá Kitta Karri í litlu deildinni, sko, en síðan núna mitt taka þér á 2-0, sko, þannig að þeir hafa alveg sýnt bætingar, skilur, og koma bara sterkir inn. Einmitt. Ég einmitt. Mér finnst forbrúð þetta vonið þeirra mjög flott, sko. Þú veist, Hilmir er alveg mjög svona búinn að sýna mjög gott mót á karriérinu sínu, sko, og það er bara svo mikill, já, þetta lukkar svo solid hjá þeim, sko, þetta hvernig spila í kringum hann. Já, einmitt. Þeir eru ennþá að finna út úr þessu mid-offlane Adam eða Rondo. Lane-dótið er kannski svona, mid-offlane-dótið er svona kannski mest á svona sem maður getur, þú veist, sett svona punkt á sem eitthvað veikleika, sko. Já, en annars ég held einmitt, þú veist, ég er ekki alveg viss, sko, hvaða hetjur þið spila alltaf á offline núna. Ég bara veit hans bara Magnús og Phoenix náttúrulega, það er eiga það alltaf, sko, en þú veist, Já, ég er heldur ekki alveg viss, sko, en já, þú veist, náttúrulega stærsti styrkleiki þeirra er náttúrulega, held ég, allan daginn Hilmir, sko, og síðan náttúrulega, þú veist, þeir eru með náttúrulega 2 sterka supportspila líka, með Vigni og Doomsday og, þú veist, ég held að, þú veist, Dave er líka, þú veist, hann er sérfræðingur á sínu litla hero-púli, skiluru, þannig að hetjan sem hann er að spila, hann á einhvern veginn alltaf impact, skiluru, hann á alltaf fína leik. Ég held að mitt take á AHI er að það er mikið sakka admund. Þú veist að já, ekki bara eitthvað fyrstbyggja heitun hans eitthvað. Já, þeir þurfi bara að hann þarf að eiga góðan leik. Ég held að það sé ekki vinning fyrir að þú veist, frekar þá bara að setja Rondo á eitthvað svona heitu sem getur bara verið eitthvað dúla sér sjálf, sko, af því að mér finnst eins og, þú veist, Hilmir er alltaf að fara að finna, þú veist, þeir náttúrulega spila í kringum hann, skilur, þeir gefa honum lastbyggið, hann á að karri leikin, ok. En svo finnst mér eins og Admundur sé gæinn sem að, þú veist, á að svo þið taka yfir svona midgameið fyrir þá. Já, vera smá svona playmaker allavega, þú veist, hann vill líka alltaf vera þannig, þú veist, hann vill vera að nota spilina sína, hann nennir ekki að vera eitthvað að farma jungle. Menn að mér finnst að Rondo sem mun svona öruggari með meira sjálfsöryggi í mitt, þó að hann sé ekki að eiga eitthvað frábæran leik sjálfur, að bara geta samt kontributað að mætt og hvað spilum sem er rétt, þó að skilur hann eiga eitthvað umlitt lane eða eitthvað behind eða eitthvað, sko. Einmitt. Þannig að já, þetta er alveg góða punktur, sko. Ég myndi segja það fyrir þá, sko. Ég held að það geti verið mjög rough fyrir það ef að Admundur er það verið að first pick hann alltaf og hann er bara eitthvað svona eins og, þú veist, Hjalti lenti svo í á móti Venus, hann spila hann Magnus inn í Abaddon Tinker eitthvað Örspið, skilur. Já, mitt. Og síðan Titan náttúrulega í seinni leiknum, sko. Þannig að var ekki bara pick nummer 2 Titan eða eitthvað. Já, örgulega. Titan, einmitt. En já, frekar pikkaður upp early, sko. Já. Hann er líka, þú veist, að þeir Phoenixin, sko, einmitt, bæði, þú veist, þessi Phoenix, ég myndi segja Phoenix, Magnus, Dawnbreaker fyrir þá eru lukka mjög impressive svona sem teamfight og til að spila yngum. Einmitt. En þú getur eiginlega ekki first picka þessar heitur. Definitely ekki first picka Phoenix, held ég, nema ekki á offlane allavega. Ekki á móti reyndar í liðum allavega. Já, sko. og
Já, og þú veist, þú vilt eiginlega sitja upp draftið og svona sjá hver á sem heitir mér best fyrir að koma inn í phase 2, sko. Já, þeir eiga líka sko, þeir eiga alveg einhver flexpick inni sko, þeir hafa alveg verið að flexa áður, pikka hvor heitu snemma og býða með að skilur pikkið þá til að fjórða eða fymta pikka ákveða hvert hann ætlar að fara skilur. Já. Þannig að þeir gætu alveg gert það líka, þú veist, ég held að þeir, þú veist, Rondo og Adam spila báðir Magnús held ég og síðan náttúrulega það alveg hægt að gera það sama með til dæmis bara Abaddon eða eitthvað flexa carry sko, en ég held að Hilmir sé hann náttúrulega svona hard carry enjoyer sko, en einmitt, þeir geta 100% fundið eitthvað flexpick á milli, þú veist, 5-innar mid og offlane skilur. Já, einmitt. Já, ég myndi segja að þú veist, það er alltaf lægi fyrir að spila einmitt, að drafta svo til kringum þessu svona sínar hetjur þannig, en bara einmitt ekki vera of desperate bara þú veist, ok, ef við finna first phase ekki Magnúsinn, þá fæ ég hann ekki skilur. Þú veist, það er alltaf lægi skilur, þó að þú veist, maður verður að, þetta er svolítið svona, þú mátt ekki grafið onni í hólu bara þú vilja spila hetjuna einu sko. Já. Þannig að já, en þú veist, alveg definitely playable, allt þetta dót sko, bara ef þú ert með eitthvað buns og eitthvað dót í kringum því sko, til að verja, þú veist, til að verja Magnús-pickið og svona. En já, einmitt, og líka bara, þú veist, það eru ákveðnir svona meta-counters á þessar hetjur specifically, þú veist, ég horfði bara einmitt á Silencer, Titender, þú veist, þetta eru hetjur sem að fokka svolítið mikið í einmitt Magnús og Phoenix sko. Já, og síðan, ég menna, Moisla var bara með okkur hérna í kennslustundum daginn og horfa hann Örspirit, sko. Það er náttúrulega, og síðan náttúrulega klassíska er Rubik liftið líka, hefur náttúrulega verið klassísk sem var gert frækt hérna á Singju. Já, hann er svona mjög lítið pikkaður núna. Já, ég er bara að segja, þú veist, það er alveg mikið. Já, það er alls konar leiði til að og ég held að sérstaklega þessi reynslu meiri lið eru 100% með eitthvað í huga til að countera allt, sko. Einmitt, við. Þannig að nema planið sé bara eitthvað, ég ætla að spila út af Empower skilur sem að enginn gerir alveg lengur, að þá myndi ég segja býttu, þú veist, þú þarft að fara varlega í þetta Magnús-dót sko. Eða ætlar að fá, já, þú veist, ætlar ekki einhvern veginn að, þú veist, ætlar ekki eyðilega leikinn hjá fluninu þínu sko. Já, einmitt. En já, þeir eru held ég að koma inn í playoffs bara með svona frekar gott sjálfsöryggi sko. Já, mér er allan að ég náttúrulega ræði af og til við þá og mér heyrist það að þeir eru bara meira en reddi í hennar leik sko. Þeir eru bara að fókusa á Hilmi, hann á fullt af dóti inni, þú veist, þetta er gott og einfald gameplan og það er erfitt að counter þetta því þú veist, ef þú ert með þetta, þið getið spilað, þú veist, þið getið haldið, getið spilað frá með þessu visit, beðið eftir tæmingunni ykkur á karriðinum og þeir eru bara með gott hýrubúl fyrir karriðin skilur, þannig að eigi alltaf gott lastpick, það er bara mjög erfitt að strata í kringum þetta skilur. Já, mér veist, Hilmir á, þú veist, hann á alltaf einhvern veginn gott lastpick inni og hann er með alveg stórt hýrubúl sko og þú veist, hann líka, þú veist, hann alltaf fílar mest þessa hard carry hetjur, þú veist, með Medusi og Terrorblade og allt þetta dót sko, en þú veist, hann getur líka alveg spilað, þú veist, ég hef alveg séð spila bara lifestealer og byrja bara deathball á 20. myndu skilur við, eða spila bara úrslu eða eitthvað svona sko. Dragonet líka. Já, DK líka, þú veist, og hann er frábær í að joina fight á réttum tíma og mjög góður einhvern veginn að tepi inn og snúa fight skilur við og bara, þú veist, hann heldur leiknum sínum alltaf rúlandi og hann spila mjög, þú veist, hann alltaf spila kannski ekki eins og Slark eða eitthvað, spila þannig aktív, en hann spila svona aktív með liðinu sínu að, þú veist, hann er einhvern veginn alltaf reddi að joina til þess að hjálpa liðinu sínu og snúa einhverju fight og halda leiknum gangandi, sko. Já, hann er ekki mjútaður út í horni. Nei, hann er ekki mjútaður bara uppi fountain að farma, sko. Nei, já, þeir eru impressive sem liðsheld, sko. Þeir alveg búa því og langt að sjá það í sem leikum út í Venus. Einmitt. Snorra Dörganir. Já. Við tölum aðeins þetta senast. Ég vildum sjá Darkseer. Ég vil sjá Darkseer. Núna er komið að bata bæta Darkseer, sko. Bara please, pikka sér þetta því að hún er góð. Hún er ógeðslega góð núna. Já. Ég er búinn að spila þetta svolítið í rangt og þú veist. Það er alltaf búið að breyta, þetta er allt annað dæmi heldur en það er alltaf búið að taka niður þetta strength-dót og og allt óradótið er aðeins meira dætt sko, en þú veist þessi nýju item, Halbert, Gleipnir, þetta er mjög sterkt sko og
eiginlega bara ennþá sterkara heldur fyrir þetta lið sko, því að ef þú ert að spila með þessa rísa vakkjum og eitthvað, þú veist, þeir eiga ógeðslega mikið af góðum pikkum í þessu meta. Já, Ólíkt sko eins og óriðanhakkanir eru búin að vera óhefni finnst mér með hvernig hero balanceið er búið að fara. Snorra dverganir er eiginlega bara búin að fá buff á bestu hitinu sinnar. Dazzle er fáranlega busted. Venno er ennþá mjög góður held ég. Já, hann er bara, hann er ennþá bara Venno sko. Einmitt. Darkseerin er að koma mjög sterkt inn núna. Já. Og síðan er náttúrulega, þú veist, Víverinn. Já, Víver, Örsíkir ennþá. Já, þetta er allt mjög næs hetjur í þessu meta, myndi ég segja. Og þú veist, já, ég svona, mér finnst ekki alveg búið að ganga nógu vel þetta sem þeir eru búin að runna nýlega. Svona Abaddon, Razor, eitthvað svona svolítið, þú veist, mitt rít. Ég hafa búin að smá erfitt að reyna að fá rít á hvað þeir eru að reyna að gera í strategíunum sínum sko. Já, þeir eru aðeins búin að, held ég, villast af þjóðveginum sko. Já, þeir allavega svona, þú veist, þeir lukka eins og séu að reyna svona að fókusa meira á laning stage einhvern veginn að koma betur úr því. Það er náttúrulega líka mjög jákvæmt. Það er gott sko fyrir það sem lið, en ég held bara styrkleiki það liggur svo mikið í að þeir eru langbesta liðið bara að execute eitthvað svona spell combos. Þú veist, það er bara hefur alltaf verið, skilur bara, finnst þeir vera að missa svo mikið út með bara að gefa sér ekki færi á að fá þessar hetjur sko. Mér finnst mjög jákvæmt sko að þeir reyna að hugsa meira lanes, þeir voru náttúrulega svona í gamla daga mikið að hugsa bara leikinn einhvern veginn þegar hann komin á 40. mínútu, skilur. Þannig að já, ég held að svona, það sem þeir þurfa að gera er að reyna að finna einhvern svona milliveg á milli sko. Já, einmitt, kannski straka eitthvað balans. En þú veist, þeir þurfa klárlega að hugsa aðeins meira aftur bara hvað styrkleikin þeirra sé sko, þú veist, við erum búin að vera vinir og spila saman í 15 ár, skilur. Nú er þetta komin í playoffs á kraftalildinni, nú þarf fólk bara að fara þú veist, pikka þetta sitt sem þeir eru bestir í sko. Já. Þú veist, það er svolítið bara líka svona, þú veist, nú fer fólk að detta út sko eftir 2 ránd, þannig að. Einmitt, og þeir eru líka, þú veist, þeir eru alls ekki með eitthvað, þú veist, mjög lítið hero pool, þeir eru alltaf sko. Pikk inni, þeir eru aldrei einhverju ég held þessu aldrei í vesinni með eitthvað pikk, skilur. Nei, algjörlega. Og þeir eru bara, held ég, eitt besta liðið eða liðseildin á landinu til að executa þessi kombo, sko. Þeir hafa verið líka með solid, sko, að strategize, sem ég sérstaklega í liðdeildinni, sko. Voru með svona sitt eigi pick system og voru að prioritize heiti sem aðrir voru ekkert að pæla jafn mikið í, sko. Einmitt. En hérna, já, ég held bara, þú veist, Picka Darkseer, Picka Dragonite. Já. Bara að geta haft þetta sterka tímfæll til að fall back on sko. Það er svo valuable held ég fyrir þetta lið sko. Já, einmitt. Af því að, já, mér líður eins og þeir séu kannski að koma svona mest vængbrotnir svona inn í þessa play. Ég veit það ekki, ég er ekki búinn að tala um það, en bara svona af því að mér finnst þeir að vera kannski smá búin að underperforma svona með hvar maður bjóst við að þeir myndu ná, veist, eins og já, búin að droppa mikið af leikjum sko. Já. Þá held ég sé mikilvægt að já, svona aðeins bara svona ná saman liðsandanum og já, akkurat. En já, ég er að kreyfa þetta Wombo combo frá þessu liði sko, bara að fá þetta í kraftöldildinni sko, Bad Boy Darkseer, Gleipni að spila Dazzle. Já, Örsíkir, eitthvað slam. Örsíkir að fá Rampage á 15 mínútu. Já, einmitt. Þú veist, þetta er svo geggjastöf sko. Einmitt, já. Þeir eru að spila á móti National Gaming. Já, einmitt. Þannig að það er alveg erfiður leikur framöndan. Það er erfiður leikur, en National Gaming er ekki sjúklega teamfight ef í lið. Nei, einmitt. Þú veist, þeir eru ekki að pikka þessar super nema þú veist, þið byggja tætt og svona en þeir verðast ekki prioritisa svo mikið þessu svona hard teamfight heitir sko, þannig að það gæti alveg, þú veist, þið gæti alveg snúið ykkur upp í advantage á því liti sko. Já, þeir gæti alveg, ég held mitt það sem þeir ættu kannski að gera væri mitt að reyna að draga leikinn svolítið út. Já. Fá aðlega levels miklu frekar en eitthvað farm endilega og þú veist, vera með smá teamfight line-up sem samt ekki bara valta yfir í lane, skilur og geta einhvern veginn tekið sem fæta ef þú nærðu að halda þessu upp í levels
taka fæta þegar þú ert með spellnæna í gangi, eða þú veist, þegar þú ert með á available bara. Líka bara ef þú nærða að halda baseuninu á móti Chromium, Fannari og þeim sko, þú veist, það er ekkit víst að Fannari er ekki búin að spila þessar ultra hardcarry heitur sko. Þú veist, þeir eru oft búin að runna skilur bara hérna Tiny DK eða eitthvað sem korunu sína. Þetta eru heitur sem er hægt að átskeila sko. Já. Og þessi mjög sterkir í metan og gefur mér mikið advantage þá, þú veist, er fullkomlega doable að fara inn í late game á móti einhverju svona pickum sko. Einmitt, já. Þannig að... Já, PVF síðan. PVF. Núna er hann Ívan kominn í veikindleyfi og Smokey kominn inn til þeirra. Já, einmitt. Þannig að það er smá breyting á... Já, við fórum nýjan karri skolega. En þeir hafa eitthvað verið að æfa saman samt strax og það hafa verið mjög duglegar að æfa í þessu móti sko. Og einmitt við erum búin að taka skrifin núna og æfa sig með Smokey sko, þannig að þeir þú veist, virðast vera bara reddi í næsta leik og við munum bara sjá það í kvöld. Ég held líka þú veist, er ekki Smokey og Ívan kannski bara frekar svipaðir, mér veist ég spila báðir mjög góða drá til dæmis. Já. Og þeir spila báðir þessar bara einhvern veginn klassísku carry-hetjur sko. Já, og svona anti-carry-hetjur, Ursu Razor. Já, Ursu Razor einmitt. Já, ég held að þetta geti að vera bara fínt fit sko. DK líka, þú veist, mér veist að vera með mjög svipað hero pool allan sko. Einmitt. Ég held að þetta liði alveg sko, ég held að Lói tala sér inni í þessu liði. Já, einmitt. Mér finnst hann ekki búinn að fá alveg svona nóg gott mót hinga til sko. Eða þú veist, hann er búinn að sjá upp í leikjum sko, en þú veist, þetta hefur bara verið smá erfitt fyrir þá. En málið er að hann er með mjög useful hitur sko á miðinni. Og sérstaklega svona, þú veist, sérstaklega að þú ert að lastbyggan sko. Ég man líka bara, sérstaklega sem þeir eru áttuleik við Venus sko. Þú veist, hann var alveg að standa í alla sko. Þú veist, Lói náttúrulega, hann er mjög góður spilari sko. Og hann er líka með mjög breytt hero pool. Einmitt, hann er góður til að eiga í lastbygginu sko. Já, alveg mjög góður sko. Þú veist, hann getur alveg átt eitthvað svona næst í lastbygg inni sko. Og þetta er náttúrulega... Búinn að spila Huskar og einmitt Les, þú veist, hann spyrir Spirit-heitunar. Hann á alveg sko, og Invoker, mjög góður Invoker sko. Og sér hann á alveg líka, þú veist, hann á þessi T-spygg inni, þú veist, ég veit alveg að hann getur spilað Brood og Death Prophet og þetta dót sko. Og þetta er náttúrulega frekar nýr spilari í sérninni hjá okkur skilur, það er enginn sem þekkir hann eitthvað sérstaklega vel nema náttúrulega kannski liðið hans. Einmitt. Þannig að já, ég held, þú veist, ég bara, það verður gaman að sjá meira frá honum og frá þeim sko, síðan eru náttúrulega með Harson Solo og Sverri Kuta. Já, Tæni. Ég myndi segja, sko. Já, akkurat, ég myndi segja sko, ef að PVF ná að eiga meira svona stable laning state sem átti erfiðara liðanum, þá er þeir looking frekar vel fyrir playoffin. Já. Þú veist, mér finnst svona, já, mér finnst laningstessi er að vera stundum svona veikleikinni að þeim. Ekki að þeir sé alltaf tapa þeim, en þeir eru svona stundum finnst mér svona ófókusar í hvað þeir ætla að fókusa á. Já, ófókusar í hvað, þú veist, hvar þeir ætla að beita sér, sko. Já, já. Og ég held að það sem þeir ættu að gera, það sem sé sterkast fyrir þá, er að fókusa á mitt og offline sitt. Af því, þú veist, þeir eiga, sko, heitin hans Sverris á offline-inu eru actually mjög sterkar. Hann er með Enigmu, Axe, Death Prophet. Þetta eru allt svona heitir sem að þurfa, sem þú getur ekki sakkað, sko. Þeir verða að eiga leik. Já, þetta er allt svona heitir, þú vilt eiga gott lane, þú vilt opna mappið mjög snemma, skilur. Einmitt, og tempokontróla frá offline-inu. Áfram, sko, og halda boltarum smá rúlandi, sko. Þess vegna held ég líka, sko, að það væri mjög gott fyrir þá, ef þeir geta svolítið farið inn í, þú veist, af því að ég held að það sé ekki endilega gott fyrir það að vera að pikka, þú veist, að vera að reyna að vinna 3 lanes til dæmis á móti Venus. Þú veist, að vera að pikka Razor, Enigmu og hérna Huskar eða eitthvað. Já, já. Þú veist, freka bara ættu að fókusa á að ná eitthvað á þessum karrium sem eru, þú veist, geta 50-50 lane og fara svo bara í Woods, þú veist, Jair og Sven, Dró, svona heitur sko, sem bara svona þurfi ekkit það, þú veist, það sem að opna smá pláss fyrir 5-una að, þú veist, hjálpa mér hún eða mitt, taka gate rotation top. Já, og Skúli líka, Skúli sem er náttúrulega 5 hann er líka, þú veist, hann er mjög versatile spilari sko, og þú veist, spilar öll rólinn, þannig ég held að hann vita alveg nákvæmlega
þegar hann að spila mitt, hann veit alveg hvað hann vill að 5 sín sé að gera, sko. Já. Og ég held að Skúli sé líka, mér finnst hann alveg ágætur í að fylla þetta hlutur, sko, að þú veist, hann góður að vera bara mættur með liðinu sínu, skilur, að mæta með liðinu sínu, og hann góður í samskiptum og þú veist, tala mikið in-game, sko, og þú veist, reynir svona að halda öllum, þú veist, fókusöruðum, sko. Ég myndi vilja sjá, sko, Skúla, Pöppufey og Gísla, Harrison Solo og Linka, minnst ekki eins og supportan eru svona 2 eyjur, sko. Þú veist, það Phoenix inn á offline sem bara hvað að gera sitt stöf. Svo þú veist, Abaddon ykkur annars staðar eitthvað í híla, eitthvað höskar eða eitthvað. Já. En þú veist, það væri svolítið cool að sjá það svolítið Linka í kringum Sverri, Tiny Guta og þú veist, og vera að spila sem unit þeir 3, sko, og svo fá millinin inn þegar hann ready og svona. Mér finnst líka, sko, í leikunum þeirra, góðu leikinu þeirra, þegar þeir eiga góða leiki, þeir eru smá karjun einn að farma og hinni 4 bara ekki endilega bara hlaupa saman mappi, en eru bara nálægt hvoruðurum og eru ready í eitthvað, skilurðu. Og þú veist, þeir eru með eitthvað tempokontróler, annarkvort Ló eða Sverrir. Bjartur heitir Ló, by the way. Já. Bjartur eða Sverrir. Skilur þú veist, þeir þurfa náttúrulega ekki endilega að vera 4 saman að leiðast allan leikinn, sko, en mér finnst bestu leikinn hjá þeim hafa litið úr þegar þeir eru 4. Þeir vilja vera samt að spila proactively, þeir vilja ekki vera, þú veist, þeir eru líka með viðbjóðsleg deathball pick, sko. Þú veist, þeir eru lið sem með mest svona, þú veist, það Death Prophet, Undying, Abaddon, skilur eitthvað svona heal, kjaftaði bara, allt þetta þú veist, ef þetta kemst í gang, sko, í réttum leik, þá náttúrulega þetta bara viðbjóðslegt að díla það, sko. Og já, þannig að ég held að þeir þurfa aðeins að svona, þú veist, taka fókusinn frá safe-lane og bara fókusa á að koma Sverri og Ló, Sverri og Bjarti inn í líkin. Einmitt. En já, einmitt. Þú veist, ég held einmitt svona þessi kors, eins og til dæmis, þú veist, karriðin sem að hann, Fannar að pikka, þú veist, ég held að það sé ekki gott fyrir þetta lið, sko. Þú veist, ég myndi ekki vilja sjá Smokey vera á Dragonite eða Slardar, eitthvað. Native Prophet eða eitthvað svona. Nei, já, ég held að það sé ekki málið, sko. Það frekar einmitt, bara það sem þeir hafa líka svolítið verið að pikka, þú veist, bæði fyrir náttúrulega Ívan fyrst og síðan held ég að Smokey sé mjög svipað að spila spila Drá, Gyro. Já, þú veist, þeir geta síðan auðvitað, þú veist, geta líka að spila úr sig í réttan leik til dæmis og fara það bara 5 í þetta deathball, sko. Já, algjörlega, sko. En ég held ég sammálaður, sko, þeir eru minna teamfight heavy, miklu meira svona deathball og eiga leik á alla annað mid og offline, sko. Já. Þú veist, karriðin nær oftast að recovera ef að mid og offline að eiga góða leik, sko. Já, einmitt. Algjörlega. Já, ég sammálaður með það, sko. Herru, það nýr liður hérna. Við erum búin að fara yfir, held ég, liðin svona mestu liti. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, ég held að við höfum bara greint þetta ágætlega, sko. Já, við erum búin að fara yfir styrkleika og veikleika þarna. Við ætlum að taka heitt og kalt, þess að Kraftadeildin 4. Já. Þess að hvað cool og hvað ekki cool. Til að byrja með, sko, að þetta hetjur, sko, eiginlega bara. Við byrjum að því kalda, sko, Grimstroke, sorry Doomstave, finnst mér ekki að hafa verið að líta vel út í þessu móti svo far. Einmitt. Já, bara, ég veit það ekki, þú veist, veit ekki hvort það sé bara eitthvað, þú veist, það náttúrulega svona lúmst hílmeta í gangi, þú veist. Ég held líka að hetjun á smá skrýtinn stað að það er búið að vera aðeins að breyta sjartunum, búið að breyta fasetunum smá. Mér finnst hann hvorki vera 100% 5 nýja 100% fjarki. Já. Og mér finnst það margar hetjur, til dæmis bara við tökum fyrir Dragonite núna. Og hann með 3 mismunandi faseta og allir eru mjög einstakir. En hann alltaf, á öllu fasetunum samt með klífið, til dæmis. En Grimstroke þarf að velja milli hvort hann vilji vera með Dispel eða hvort hann vilji vera með pennan, til dæmis sem gera fullt af damage og svona. Einmitt. Það þarf ómikið að vera að velja milli 2 hluta og báðir hlutir. Sem þú vilt hafa bæði, sko. Já, þú vilt hafa bæði, sko. Báðir hlutir eru mjög góðir. Einmitt. Og mér finnst líka bara follow-up heituna með Grimstroke sem þú ert að inksvöla, sem eru svona jump in og eitthvað, það ekki lengur meta, þú ert ekki lengur með Sun King eða eitthvað. Þú veist,
ef þú Það ert er ekki að spila... það mikið af þessum blink-hitjum sem viltu eitthvað bænda saman. Nei, þú veist, ef þú ert með Dragonite offlane til dæmis. Dragonite er bara alveg sama með alla Grimstork-spilana. Já, þannig að þú vilt miklu frekar vera með eitthvað meira bara svona buff á damage. Þannig að ég held að með Grimstroke sem hetja er bara á frekar skrifnum stað og það er bara sterkari optionar fyrir þá og með Grimstroke ekki vera með straightforward gameplan, þú veist. Já. Þú ert ekki að spila fyrir ultit en þú ert ekki að spila fyrir Inksolit þannig að þú ert að spila fyrir að stakka einhverjum kompum og sem tekur á sjálfur og gera eitthvað damage og eitthvað en þú ert eitthvað Grimstroke þannig að who cares. Já, þannig að þú veist, mér veist ef að ultit er ekki, þú ert ekki að spila fyrir ultit þú ert ekki að spila fyrir Inksolið þá er ekki mikið sem að heita björ upp á sko. Númer 2 sko og þetta er eiginlega sko kalt nummer 1 Grimstroke, kalt nummer 2 Lich. Grimstroke Lich definitely mjög kalt. Já, Ömurlegt shit, ekki pika það. Þetta er döðurhlutur sko. Þetta er svo mikið eitthvað svona sko ég man einu sinni var ég í kennslu hjá Sölva og hann sagði við mig að maður ætti að spila leikinn sem maður er í ekki hvernig þú vilt að hann sé skilur og náttúrulega Grimstroke Lich er mest að eitthvað svona já, ég vil fá geggjað kombo í þessum leik en þegar ég vil að lappi til mín 4 og svo getið chainfrostað 5 sinnum. Já, en þegar þú ert að spila leik þá ertu bara, þú veist, þú ert bara að setja einhverja skorðu á Sölvaig ég get ekki nota mitt góða teamfight ult fyrir en að supportið minn er líka ready og við þurfum báðir að vera með blink og við þurfum að vera með fullt af visioni og þú veist, akkur ertu ekki bara með eitthvað offlaner sem er teamfighter eða eitthvað og vona það er bara Lich búinn að lenda já, Lich er náttúrulega alveg í möttinu sorpu sko já, og þú veist, þó var náttúrulega Grimstroke Lich sko þegar gerist, skilur, það var náttúrulega ógislega það var episk sko en já, þetta er svona en þetta er svona 5 men black hole, wow frekar erfitt að executa og ef að black hole væri bara gott þegar 5 væri í þá væri Enigma hitja já, það er einmitt sko ok, svo hérna næsta kalda hetjan, það er Pudge fyrir utan Brumma Pudge Brumma Pudge er alveg hot en Pudge hvað með Adam eða Rondo Pudge, er það ekki hot eða? Við höfum náttúrulega ekki séð það í þessu móti sko. Nei, við tókum hérna statistíku sem daginn, Snorri bendi mér á það, að í litlu luldinni, Pudge tapaði alltaf öllum leikjum sem að lélegar on paper liðið pikkaðan, þú veist, hann var með mjög lélegt winrate skilur bara í öllu mótinu, en það virtist vera sem að skilur, ef að þú varst með advantage komandi inn í matchupið og fórst í Pudge, þá er það fínt. Þú veist, vinnust með Pudge og lukkar alltaf lagi, skilur við. Það er eitthvað Pudge alena með Juggernaut og bara eitthvað, já flott, easy game eitthvað. En, þú veist, in general, svona þetta pick up Pudge og vera eitthvað, já, vonandi hitti ykkur hooks og það vinnur leikinn, er bara ekki winning strategy held ég. Ég held að það eigi bara fókusa á eitthvað meira svona haldbært, skilur við. Bara að, þú veist, ná góðu carry matchupi eða, þú veist, fá bara góð hitju fyrir mitt sem þú veist að geti komist inn í leikið með og svona. Já, þú veist, bara... Já, Pudge support er ekki þing lengur. Pudge support er bara, ef við erum að tala heitt og kalt á það bara Ísjaki sko. Já, Ísjaki og þú veist, græni fasetin á Pudge að lemja er ömurlegt. Já, það var cool theory crafting sko. Já, þú veist, þetta bara er eitthvað svo awkward og cringe eitthvað. Já. Og senasta hlutjan sem er frekar kvöld er Zeus að mínum mati. Zeus. Já, hann er alltaf búinn að vera nerfað sem support og þar alveg er hann ekki lengur að gera jafn mikið damage sem mid. Hann er bara eitthvað svona, þetta er bara... Það bara er eitthvað svo weird að vera að spila Zeus og það er eitthvað fucking tight með Mage Slayer og Dragonite eru hvorinnar mótir og þú ert bara eitthvað að pota á með lightning boltinu þínu. Já, náttúrulega sko, ég held líka með Zeus sko, static fieldið hana, procentum damage, þú ert að velja á millið, þú veist, náttúrulega live wire fasetinn. Það sem að þú þarft einhvern veginn að vera nálægt gæðunum til að gera meira procentum damage sko, er mjög anti-synergy við það sem Zeus vill gera. Hann vill vera bara eithilend bara 2000 units í burtu að kasta spell sko. Og sen ef þú ert að taka hinn fasetinn þá er svona einhvern veginn, ok, þú þarft að byrja fætinn á einhverju killstili til að fá upp þetta damage sko. Þannig að já,
Ég held bara að Súsa hafi aðeins verið og mikið nerfaður, hann getur alveg verið sterkur support en þá sko, Þú bara sérstaklega í getur réttum höndum sko. líka pikkað, sko, þú veist, mér finnst alveg Hobo Sús er cool, skilur við. Gæinn náttúrulega bara inventaði support Sús. En þú veist, þú getur bara pikkað meira useful fjarka, finnst mér. Það er bara svo Já. miklu meira Ég ætti cool, finnst mér, að sjá eitthvað Phoenix fjarka sem er actually Já. með geðið mikið impact og heala og gera stöf. Allavega eftir að Sús var nerfaður held ég Já, einmitt, það Hann er er bara betri fallið gæjar sem af gera sömu frekar hluti. mikið, sko. Já, það er bara betri gæjar sem gera sömu hluti. Já. En farandi í það heita, það er Já. náttúrulega tvær heitir sem er bara nummer 1. Það er Dustfall Fury, það kemur einhverjum á óvart, skilur. Þetta er bara verðast þeirra mest bustið heitunar í patsinum. Já, einmitt. Þurfum ekki að tala alltaf mikið um það, bara Dustfall er geggjuð heitja, góður á bæði support og mid. Offline líka held ég að sé alveg möguleiki. Og Nature's, náttúrulega bara, við erum með mjög marga góða Nature's spilara í þessu móti, við erum alveg búin að sjá þessa heitju óna frekar mikið, þannig að Já, Furion virðist vera, þú veist, hann er með sterkt lane, hann er með gott tower push, hann getur farmað eins og veit ekki hvað, við getum keypt Revenant's Brooch. hann getur mætt á öll lanein, þú getur theoretically bara unnið öll lanein með því að mæta tvisvar á hvort lane Farmar viðbjóðslega hratt af því þú ert basically ekki með neitt downtime. og þú veist, þú tekur bara farm á mappinu þar sem að aðrir gæti hvað sem er ekki farmað skilur Já, í rauninni bara að fá meira gull fyrir liðið með því að farma það sem að enginn annar gæti farmað sko. einmitt. Nýju öltið sem að bánsa endalust líka, mjög gott í þessu. Já, Og svo er hann með- strike, sko. Einn mest busted level 25 talent í Dota. Já, við fengum aðeins að kynast í Já, kaupa Dagon móti Furion Júpi Dagon, hot tip frá Hvað- Venus. ef að leikurinn er að fara leit. Þetta er líka svona hluti sem maður veit af sko, og sem gleymar í einu moment. Ég er alveg þrótt svo þessari heiti, ég myndi ekki eftir þessu. Já, ég segi það. Þannig að munið því, kaupa Dagon móti eða mæta þess eða whatever sko. Vívar XP pöttur, mjög hot. Já, Víver XP pöttur, bæði á carry og support. Öllum rolls bara. Víver er náttúrulega, þú veist, þetta er frekar busted þetta XP dot sko, og sérstaklega eiginlega bæði þegar þú er carry og support, skilur við. Þú Já. veist, þegar þú er support bara ok, nice, þú ert að fá fullt af fríu XP. Bara og búa til XP í leiknum sem var ekki til annað fyrir. Já, og þetta er svona svipað á með, þú veist, mást ekki eftir XP og gull talent Jú, gamla daga, sko. einmitt. Og síðan, þú veist, ef þú ert support Víver, þú ert með XP pöttur og síðan færðu GPM neutral item, sko, þá ertu Gucci gang, sko. Það vart að printa pening, sko. Já, Já, XP Víver. XP pöttunar, mjög cool. Dawnbreaker, mjög heitt. Já, það er Áfram. náttúrulega hetja svipu og Furion sem getur svolítið farmað þar sem að engin annar vill vera farmað Já. en samt alltaf joinað og verið useful og Verðist bara vera með einn mest Lane solid og- hetjan bara bæði í þessu móti kraftleildin og litlu kraftleildinni. ég held að þetta er svolítið hetja bæði fyrir sko mjög sterkar spilara og sterk lið og líka fyrir veikari lið og Já, veikari spilara. þetta er mjög einfalt gameplan. Já, þú veist, þú ert með sterkar spila. Þú þarft ekki endilega item til að vera góður, en ef þú ert með item þá ertu mjög góður. skilur. Gerir mikið damage. Og síðan getur þú veist, þú ert auðvitað með að recovera ef þú átt lillið lane. En ef þú átt lillið lane þá færðu samt alltaf XP og gull Og lokar. ert bara með núk til að púsa þetta veifinu. Það munar mjög mikið um, Já, þú veist, þú ert bara, já, með mitt. og þú veist, þú getur bæði spila mjög aggressiv og líka mjög defensive, sko, þú getur keift theoretically bara öll item í leiknum og þannig að já, Dawnbreaker hot, sko. Þetta flækir líka bara gameplani hjá óvinnum. Það er flókið að spila inn í þetta Dota sem að þú þarft að póka, þú þarft að forsa út þetta olti og þú þarft eitthvað svona að fara inn og bakka út. Já, og og hardcommit sérstaklega, á sko- gæja, sko. Sérstaklega, sko, eins og ef þú ert að vinna leik og ert að spila mútið Dawnbreaker, þú veist, hvort ætlar að hlaupa þvert í mappi til þess að drepa Dawnbreaker og þá ertu náttúrulega ekki að púsa út einhverju lane sem Einmitt. meðan og eitthvað og Eða ætlar að fara að overcommitta drepa, alla spilina hérna til að ná okkur killi. já, ætlar að fara að í. drepa karriðin þeirra sem er síðan hvað sem er að spila Dragonite eða Tiny og er að Einmitt. drepa og sem kemur Dawnbreaker og allir tippi inn og þannig að já, Akkurat. Dawnbreaker hot. Mjög hot. Dragonite frekar hot líka. Já, en þá skiptir ekki máli hversu mikið hann er nerfaður, svipa á með Tiny. Þetta flex hann á öll leinin. Ég veit ekki hvort að support Dragonite sé það þing. Ég hef séð það í pubum, Já, fólk er að spila, það er ekki gott en fólk er að spila. ekki svona næs. þú Þrír veist. góðir fasetar. Já, 3 góði fasita sem þú getur, þú veist, þetta er þægilegt fyrir strategíunni hérna. Ja, þetta er Pikka bara með Dragonite, ó Já. já, svo pikka hann eitthvað heal, eitthvað slókaði, ég pikka Force Dragon. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þú getur ennþá verið að first picka Dragonite, flexa hann á öll rólinn,
flexum alla þrjá fastana, þú veist, ef hitliðið með fullt af hílum og tekur bara bláa og ef vantar táðupús og tekur græna og vantar eitthvað smá Magic meira damage, AoE control, magic damage, eitthvað dot, tekur bara rauða, tekur einfalt gameplan og þú ert með klífi á öllum dregunum. Það er bara ógeðslega þvert, þetta koncept að vera með karriðju, range karriðju með stun og klíf. Já. Það er bara, þú veist, það verður alltaf, ef þessi hiti er góð at all, það er svo sterkt, þú veist, hérna, já, bara sterk mekanismi, skilur við. Og svo senast að heita hitjan Tidehunter. Já, Tidehunter. Hann er samt, sko, hann er með frekar lélega sviðnir í títildinni. Já, en hann er líka mikið bannaður. Og hann er, já, mjög mikið bannaður, mikið pikkaður bara snemma og verið vera svona eitthvað, við erum bara pikkað hitjum nokkuð snemma og spila mótið whatever. Ég er svona Tide, mér er alveg sama, svona dót. Tide, ef þú nærð, ef að liðið er að vinna leikinn, þá er þetta frábært teamfight hitja og þetta er líka frábært deathball hitja. Þú getur Meisler eða Vlad eða Blink eða Shard eða whatever, skilur, og oftast kaupir það öllu þessu item. Skeila vel inn í leikinn með stóra facetinu. Já, með facetunum, sko. Báðir facetunum virðast vera já, það eru báðir góður, sko. Það er bara svona, mér finnst nema, þú veist, það eru ákveðin, þú veist, OD eitthvað árum á þetta tætt. Og það er eitthvað svona nokkra hetjur sem að eiga gott matchup, en svona in general þá held ég að sé frekar, þú veist, það á fínt matchup á móti flestum þessum Tiny, Dragonite, Slardar, Weaver, þú veist, bara svona tight, já, þetta er alltaf lagi, sko. Já. Það er ekkert svona, passa mjög anti-mage, eitthvað svona, þú veist, það er bara flest alltaf lagi. Ef að hindrafturinn er mjög klár, þá getur hann alveg búið til gameplan á mótunum, en þú veist, þetta er líka bara ógeðslega high impact floor hetja, þú veist. Þú ert alltaf með Ravage, sem er alltaf að fara að gera eitthvað sitt. Og síðan seinna mér líka, þú veist, eftir þessi Shard kom, sko, þá er þetta miklu minni eitthvað þó þess að stompa á lane, þá ertu samt með einhverja áru eða Blink Ravage og síðan ertu með hann Shard líka sem er bara, hann er eitthvað svo busted ennþá, sko. Sérstaklega þegar það er alltaf, hver einasta leikur Tide Shardin useful, skilur. Það er alltaf einhver sem er með mobility spell, alltaf einhver sem að vill ekki vera fastu við angur, skilur. Þannig að já, ég held að við munum alveg að halda áfram að sjá meira af annarkvort Tide pickum eða bönnum, sko. Já, algjörlega. Algjörlega. En já, þetta er svona kannski það helsta í varandi metað. Já, við erum kannski rent líka yfir sumt sem hefur búið að vera ignorað. Hitjur sem hafa ekki verið pickar. Það er náttúrulega fyrst og fremst skoðið í mid-hitjurnar, sko. Queen of Pain, Storm Spirit, hafa ekki verið pickar. Þú veist, Visage sem er náttúrulega svona fræg Íslendinga hitja eiginlega. Þú veist, það er alveg frekar margir Íslendingar sem spiluna, hún hefur ekki verið pikkuð. Ekki bara við og ekki klikk? Já, Vú og það er alveg fleiri. Já. Þú veist, Morphling, Arcorden, fullt af svona klassikum hitjum, Darkseer náttúrulega. Ekkert verið pickað. Og það er að vera pickað Darkseer, sko, come on, sko. Já. Það er tími fyrir Wombo Combo hérna í Kraftldeildinni, sko. Og já, það hafa reyndar 99 hitjur hafa verið pickar. Já. Eftir riðlakeppnina. Þannig að það er ekkert það margir leikir sem hafa verið spilaðir. Ég sé ekki 32 eða eitthvað samtals, ekki alveg viss. Kannski aðeins fleiri með þessum tiebreaker, sko. Ég veit. Þannig að já, það hafa 99 hitjur verið pikkar. Arena hafa pikkað flestar hitjurnar. En það hafa flestar hitjur verið contestar mótið Next Level Gaming. Svo fleiri fólk er meira svona ákveða hvað er alltaf að banna mótið þeim, sko. Og síðan held ég að já, TTI Junior var með fæstar pikkaðar hitjur. En líka náttúrulega fæstar leiki spila, eða þú veist, fór ekki neitt tiebreaker en neitt annað, sko. Yngvi er með mesta GPM-ið, deildinni, average GPM, en Chromium er með flest average last hits. Síðan, já, ertu með listan af hitir sem hafa verið ekki pikkaðar, eða? Annars er ég með þetta hérna, þetta er að lótast inn. Já, betur við. Já, það er til dæmis, Juggernaut hefur ekkert verið pikkaður, Brewmaster, CK, Klinks, Monkey, Ricky, Pugna, Muerta, Sky, Triant. Mikið af, það er fullt af þetta sem hafa ekki verið pikkaður, sko. Ég er bara að tella upp svona
það sem ég finnst vera svona það helsta, sko. Já, ég veit. Þannig já, það spurning líka hvort að fólk sé, kannski einhver lið sem er aðeins búin að vera að halda svona Sér í riðlakeppni, sko, og sem kúkaði einhverja nýja strategíur. Já, ég var definitílega til að fara að sjá eitthvað Darkseer Treant-dót, sko. Það mjög cool. Ég veit ekki hvort Treant sé mikil heti núna, já. Nei, Treant hefur náttúrulega verið svona historically allan á síðustu 2 ár verið mikið valjút pikk hérna á Íslandi, sko. Þú veist, bæði í litludeildinni, kraftluldeild 3 og 2. Hefur þetta alveg verið mjög vinsæl hetja, sko. Ég veit, mjög stable. Enginn sem hefur búin að taka Marsi heldur. Nei, hún er nú alveg poppin af núna í mittum. Já, hún er náttúrulega búin að vera, var held ég bara langmest spilað 5-mann, sko, Bjarki og 5 í Pro-Dota allána. Mjög töff með þessu nýja fasenda sem getur hoppað með. Já, einmitt. Og þannig já, ég held að þú veist, metaðirna sem við erum að greina á alveg 100% eftir að breytast miklu meira, sko. Það er svo mjög gaman að sjá hvernig hérna úrslitakeppnin þróast varðandi þessi pikk, sko. Engin Meebo, engin Anti-Mage, Robert. Hvenær fáið Meebo 5 eða Anti-Mage 5? Já, engin Anti-Mage, come on. Alli maður. Never forget. Never forget að Alli Anti-Mage. Já. En já, við hérna fyrir kannski að segja þetta gott bara. Það er búið að vera gaman að vera hérna að tala um metað í dag. Aðeins að hugsa og rýna í þetta og riðlakeppnina. Og já, minnum það bara á leikinn í kvöld. Það er Rafíþróttafélag Arína gegn PFF. Begli og Fjörðarlega ætla að stríma, það er klukkan 9. Fyrsti leikur í Seeder-bracketinu. Og já, annars segjum við þetta bara gott í dag og þakka fyrir áhorfið. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.